Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í loka þáttinn af Ævari vísindamanni. Ég heiti Ævar. Þátturinn í dag er eiginlega rosalegasti þátturinn okkar af þeim öllum. Í fyrsta lagi, þetta er loka þátturinn og eins og allir vita þá verður maður að enda á látum. Í öðru lagi, vísindamaður þáttarins er sjálfur Viktor Frankenstein. Í þriðja lagi, þá ætlum við í blóðbankann. Í fjórða lagi, þá ætlum við að rannsaka hvort að vampírur séu til í raun og veru. Er ég að gleyma einhverju? Bræða bílinn! Já, alveg rétt, og svo ætlum við að bræða bíl. Við byrjum nú. Eru vampírur til í alvörunni? Vampírur eru til, en það er ekki eins og það haldið. Við erum ekki að tala um vampírur heldur dýrategundina leðurblökur, sem einnig eru kallaðar vampírur. Vampíra er samheiti yfir 3 tegundir leðurblakna sem lifa á dýrablóði. Algengustu fórnarlömb vampíra, það er leðurblakana, eru hross, svín, asnar, nautgripir og einstöku sinnum mannfólk. Við ættum því að vera nokkuð örugg. Vampírur, það er að segja í mannsformi sem að drekka blóð úr hálsinum á manni og eru með heiftarlegt ofnæmi fyrir sólarljósi, eru því miður ekki til í alvörunni, sem er svolítið leiðilegt. En þær lifa góðu lífi í skáldskap og bíómyndum, sérstaklega sögu Bram Stokers Drakúla greifa. Nú erum við komin í eina af rannsóknarstofum Háskóla Íslands. Við ætlum nefnilega að gera efnahvarf sem er svo hættulegt að við þurfum að gera það inn í sokkskáp. Sokkskáp-urinn, hann sogar til sín öll hættulegu efnin sem myndast í efnahvarfinu. En hvaða efni erum við að fara að nota þetta? Við erum hérna með kvikasilfur þíósíanat sem er baneitrað efni. En þetta efni var meira sem notað í gamla daga í flugelda, sem er svolítið ótrúlegt. Það er ótrúlegt. En ekki bara efnið eitrað, eins og þú segir, er líka myndefnin eða gösin sem að myndast baneitruð líka. Eigum við að pröfa þetta? Já, endilega. Þegar eldur er borinn á efninu, þá myndast svo mikið af eitrum gastegundum og líka öðrum gastegundum að rúmmálið eykst alveg svakalega mikið. Þegar efnahvarfið fer í gang, þá verðum við að passa að loka fyrir skápinn svo að sogið fari allt inn í skápinn en engar gastegundir sleppi út. Enda á ensku er þetta kallað snákur farósins. Eins og þú sér, þá er þetta eins og snákur að koma bara upp úr engu. Magna hvað svona lítið duft gat orðið á miklu efni. Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt. Þetta er eiginlega uppáhalds efnahvarfið mitt. Já. Það er komið að vísindamanni dagsins. Vísindamaðurinn er Viktor Frankenstein. Doktor Frankenstein, hann var reyndar ekki til í alvörunni, heldur er hann einn frægasti vísindamaður heimsbókmenntanna fyrr og síðar. Höfundur bókarinnar var hin enska Mary Shelley. Mary Shelley skrifaði söguna þennan skuggalega vísindamann árið 1818, fyrir nærri því 200 árum. Hún var aðeins 19 ára gömul og var í keppni við vini sína hver gæti skrifað bestu draugasöguna. Hún fékk hugmyndina að Dr. Frankenstein eftir hræðilega martröð sem hana dreymdi eina nóttina. Dr. Frankenstein var afar klár vísindamaður og lagði stund á efnafræði og önnur vísindi. Þegar hann var ungur sá hann eldingu kljúfa tré og var umsvifalaust heillaður af kraftinum sem bjó í náttúrunni. Mörgum árum seinna ákvað hann að virkja þennan kraft. Hann vildi finna leyndarmálið á bak við lífsneistan í okkur öllum og eftir mikla rannsóknarvinnu var hann sannfærður það
að lausnin væri augsýn. Með því að nota hina ýmsu líkamsparta, bæði úr mönnum og dýrum, saumaði hann saman ógnarstóra veru. Og á dimmu stormasömu kvöldi reyndi hann að vekja hana til lífsins. Og vitið menn, það tókst, en Viktor Frankenstein varð svo skelfingu lostinn þegar hann sá hvað hann hafði gert að hann hljóp burt og skildi sköpunarverkið sitt eftir eitt og yfirgefið. Þannig hefst sagan af Frankenstein og skrímslum hans. Skrímsli sem í fyrstu ljúft og saklaust þar til vonska og grimmd mannkyns spillir. Síðan þá hefur nafnið Frankenstein verið notað yfir þá vísindamenn sem missa stjórn á uppfinningunum sínum. Bókin Viktor Frankenstein var skrifuð fyrir 200 árum og hugmyndirnar að kveikja líf með eldingu og færa líffæra á milli líkama voru bara hugarórar og skáldskapur. En hvað hefur gerst síðan þá? Í dag þá eru þessar hugmyndir alls ekkert svo fráleitar. Flestir kannast við hjartastuðtæki sem ætti að vera til á öllum sjúkrahúsum og allflestum vinnustöðum og til tækisins þarf að grípa ef einhver fær hjartaáfall. Þá er rafmagn notað til að hjálpa hjartasjúklingsins að komast aftur á stað. Í dag eru þessi tæki meira að segja svo háþróuð að þau meta hvort þörf sé á hjartastuði og segja til hvort hjartahnoð sé rétt framkvæmt með íslensku tali og upplýsingum á skjá. Sömuleiðis hafa læknar stundað líffæraflutninga í mörg ár og bjargað ótal mannslífum í leiðinni. Það er í rauninni ótrúlegt að hægt sé að flytja hjarta úr einum manni yfir í annan. Mary Shelley hefði örugglega ekki órað fyrir því að hugarburður hennar ætti á einn eða annan hátt eftir að verða raunveruleika. Herrar mínir og frúr, börn á öllum aldri, gæludýr og stöku húsgögn, það er komið að því. Úrslitin í myndbandakeppni Ævars vísindamanns eru ljós. Í haust þá báðum við ykkur að senda okkur myndbönd. Við töluðum við bekki, einstaklinga og báðum ykkur að senda til okkar. Og viðbrögðin urðu miklu meiri heldur en við þorðum nokkuð tíman að vona. Við fengum yfir 100 myndbönd og dómnefndin er búin að sitja sveitt í marga mánuði að skoða öll þessi myndbönd. Í dómnefndinni eru 5 manneskjur. Ég, Eggert Gunnarsson sem leikstýrir þessum þáttum, Katrín Lilja Sigurðardóttir, efnafræðingur, betur þekkt sem Sprengjukata úr Sprengjugenginu, Kristín Anna Þórarinsdóttir, doktor í matvælafræði og vinnur hjá Marel sem stendur á bak við þættina og við heimsóttum, og Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands. Takk fyrir kærlega. Þetta er alls ekki amaleg dómnefnd. Verðlaunin í keppninni eru stórglæsileg. Marel hefur reddað æðislegum vísindapökkum ásamt sérgerðu slímkennslu setti. Takk fyrir kærlega. Og forlagið gefur öllum þeim sem lenda í sætum í keppninni, bæði bekkjum og einstaklingum, fyrstu eintökin í öllum heiminum af nýju bókinni minni. Umhverfis Ísland í 30 tilraunum. Ef við að fá hana kannski upp á skjáinn? Glæsilegt. Þetta er fullkomin bók fyrir þá sem ætla að ferðast Ísland í sumar. Það er komið að því. Við ætlum að byrja á að tilkynna úrslitin í einstaklingskeppninni. Í 3. sæti, og trómuslátt. Í 3. sæti er Helga X Ingólfsdóttir, 10 ára, frá Hveragerði. Og ég ætla að búa til sigur. Ég er með járnbút og eins og sjáu þá er enginn segull í honum og við ætlum að gera hann segulmagnaðan. Hér er ég með svona skrúfu, stóra rafhlöðu og einhverja svona nagla og við sem er það bil svona 95 cm langur og ég ætla að vefja vitnum svona utanum skrúfuna. Þá á það að líta svona út. Það er gott að láta límband svo vírinn haldist á skrúfunni. Og svo látum við sjálfsagt vírinn, eða bútana sem voru eftir,
á plús og mínusinn á rafhlöðunni. Já, og þá erum við búin að því og við skulum athuga hvort það virki. Já. Til hamingju. Í öðru sæti Jana, geimfari, eins og hún kallar sig sjálf, Ebenestersdóttir, 10 ára frá Reykjavík. Á milli prófana þurfum við að lofta vel svo gamla lyktin hafi ekki áhrif á næsta próf. Svo skráum við niðurstöðurnar í töflu. Niðurstöður voru í stuttu máli þessar. Lyktarhraðinn 2 metrar á mínútu. Til hamingju. En þá komið að því. Sigurvegarinn í einstaklingskeppninni trommuslá. Aðeins meira. Andri Júlíusson, 7 ára frá Vestmannaeyjum. Halló, ég heiti Andri vísindamaður. Núna ætlum við að byrja að gera rúsínudans. En þá eiga þeir að sökkva hérna niður, sjáðu. Þessar allar 4 rúsínur, þær taka alltaf með sér svona loftbólur eða gas, fara upp því að gasið dregur alltaf rúsínurnar upp og svo losa þeir sig við loftbólurnar svo þegar tilraunin er búin fær maður sig bara að drekka. Þá er þessum vísindadegi lokið og Bæjar, þú ert bestur. Til hamingju, Andri, hjartanlega og þið öll og takk allir sem senduð inn myndbönd. Við erum ekki alveg búin, við eigum ennþá bekkjarkeppnirnar eftir og við förum í það örlítið seinna. Ég komin í blóðbankann, nú ætla ég að gefa blóð. Góðan daginn. Góðan dag. Ég ætla að fá að gefa blóð. Maður byrjar á því að svara nokkrum spurningum og meðan þá gæði ég mér á gómsætum rúsínum og djús. Því næst er blóðþrýstingurinn minn mældur. Ég hef gefið nokkru sem áður, en ég veit svona nokkuð hvernig það virkar, en þetta er samt alltaf pínu spennandi. Og svo er þetta líka svo þægileg stólar hérna. Sko, ekkert vont. Hérna er ég að taka sýnatökupokann frá, eða sýnapokann. Ég er búin að safna í hann. Við byrjum á því og það er til þess að taka svo sýnin öll sem fara til rannsóknar. Þetta er svo lítið skrítin tilfinning að því nú sé ég blóðið svona renna úr mér en ég samt eiginlega ekki fyrir neinu. Finn svona aðeins þegar ég kreisti boltann, þá finn ég smá þrýsting en annars er þetta bara allt í lagi. Þetta eru 15 skönn sem eiga sér stað hérna eftir að búið er að safna blóðinu. Nú það er engin kennitala eða neitt á pokanum, en það er strikamerki sem er rekjanlegt þá til þess að þú ert blóðgjafinn. Einmitt. En segðu mér nú, hvort viltu plástur eða teygjuband? Teygjuband? Er það ekki svolítið flott? Veistu það ekki það? Það er mjög flott, það er svona bleikt með hjörtum. Ég er til í svoleiðis. Já. Þú hefur svo þessar umbúðir í 5-6 klukkutíma. Já. Svo verður maður að passa þegar maður er búinn að gefa blóð að standa ekki of hratt á fætur. Það er bara rosa varlega vegna annars. Það getur bara misjafna. En hvað verður blóðið eftir að þú gefur það? Til þess að mæta þörfum samfélagsins þarf blóðbankinn 16.000 blóðgjafa á ári eða 70 blóðgjafa á dag. Blóðið fer í langt og strangt ferli þar sem ótal sérfræðingar passa að allt fari rétt fram. En til hvers gefum við blóð? Jú, ef einhver lendir í slysi eða verður alvarlega veikur, er kallað í blóðbankann. Blóðgjafar bjarga mannslífum. Hér ertu með eininguna mína,
Hvað ætlum við að gera núna? Nú erum við búin að framleiða hana og búin að hvítkorna síana og nú ætlum við að skrá hana inn í tölvukerfið þannig að hún fái rétta merkingu og fái sinn sess í framleiðsluferlinu. Já. Og þá skanna ég inn númerið og fæ þá út límmiða. Nú er þessi eining orðin rauðkornaþykkni hvítkornasnauð og er tilbúin til að fara inn á lokaðan lager. Nú erum við með þessa einingu þína og undir venjulegum kringumstæðum þá lesum við miklu meira inn í lager í einu. Hérna erum við með opin lager. Okkar gullforði er hér í þessum geymslum og hérna eins og sjáum þá er þetta raðað eftir flokkum. Við erum flest í O-flokki, 55% og flest á okkur eru O+, þannig að við eigum mest af því blóði. Síðan kemur O- sem er í rauninni okkar verðmætasta blóð vegna þess að það er hægt að grípa í það sem neyðarblóð. En þú ert í A-flokki og það er næst algengasti blóðflokkurinn, cirka 35%. Og þá finnum við honum stað hér á sínum stað, núna aftast í, þetta er nýjasta framleiðslan og þá fer það aftast í röðina. Einmitt. Þetta er svo sannarlega stórmerkilegt. Takk fyrir okkur. Já, nei, þú verður að hætta að hringja í þetta bindi. Já. Vitlausbindi. Það er komið að því að tilkynna úrslitin í bekkjarkeppninni. Í 3. sæti, trommuslátt, er 5. til 7. bekkur í Brúarásskóla í Fljótsdalshéraði. Kennari þeirra heitir Ágústa Júníusdóttir. Við ætlum að koma egginu ofan í flöskuna án þess að snerta það. Vandamál ummál eggsins er meira en stærð opsins á flösku. Lausn. Ding! Við ætlum að láta eldinn gleypa súrefni í flöskunni. Hitinn hjálpar líka til. Hjartanlega til hamingju. Í öðru sæti, trommuslátt, er 4. HS í Hörðuvallaskóla. Kennari Hólmfríður Samúelsdóttir. Hei Breki, ég var að plata hófi. Hvað er að frétta það? Ég er með svona smá guldutricks hérna vaskljós. Ég til. En við þurfum að sækja meiri krakka. Hæ, vil ég koma að plata hófi? Já! Tricks á hófi? Já. Vil ég koma inn og sjá hvað við erum að gera? Já. Hei, við setjum svona fóðmón í sápugulva. Svo er hægt að setja sápugulva ofan í formið. Halló! Hæ, við höfum gera smá glasatricks. Já, gjörðu svo. Ok, ég ætla að hella vatni ofan í eitt glasi og ég ætla að fara til og þú ert að reyna að giska hvað vatnið er. Ok. Já, ég held að sé í þessu hér. Ok, þá held ég að sé í miðinni. Típist. Þá er síðasta glasi. Það var hérna. Nú skil ég ekki neitt. Hvernig var það þessu? Ég
Ég safna dufti úr bleiu. Setja það svo hér ofni. Svo nægi ég vatn. Á mynda svona fastefni í glasinu, þá getur ekkert neitt og getur það ekki komist upp úr vatni. Hjartanlega til hamingju. Jæja, þá er komið að því. Úrslitin í bekkjarkeppninni. Trommuslátt. Í fyrsta sæti er annar bekkur Hvammstanga, grunnskóla Húnatings vestra. Kennarar Sólrún Guðfinna Rúnarsdóttir og Aðalsteinn Grétar Guðmundsson. Við ætlum að gera hraunlampa og það sem þarf í er vatn, matarlit úr vatni. Hann getur verið blár, grænn, fjólublár og alls konar litin. Plata matarolíu og að lokum freyðiböggli sem er hægt að kaupa í flestum búðum. Við byrjum smá vatni. Við setjum smá matarlit í vatni. Það setjum matarolíu í vatni. Sjá hvernig matarolíu flýtur vatni í stað þess að blanda oss við. Nú kemur skemmtilegi parturinn, brauðtaflan. Brauðtaflan breiðir neðst í glasinu og ýtir lituðum vatnsdropum upp í olíuna. Góð lykt. Hjartanlega til hamingju. Mér langar til að þakka öllum þeim sem að sendu inn myndband, bekkir, kennarar, einstaklingar. Takk æðislega. Þetta var mjög erfitt að velja bara 6 myndbönd og það er gott. Þetta var ógeðslega gaman. Mér langar sömuleiðis að þakka Forlaginu og Marel fyrir að standa við bakið á okkur í þessari ótrúlega spennandi keppni. Hægt verður að skoða sigurmyndböndin á heimasíðunni minni ruf.is/Ævar. Hinn stórglæsilegu verðlaun frá Marel og Forlaginu verða afhent við hátíðlega athöfn seinna í vor. En ég mæli með því að sigurvegararnir athugi tölvupóstinn sinn, því nákvæmlega núna eigið þið von á bréfi frá mér með öllum frekari upplýsingum. Takk öll fyrir frábæra keppni. Við erum stödd á Patreksfirði. Sólin skín og þetta er fullkominn dagur til þess að bræða bíl. En ég er ekki einn á ferð. Sprengjugengi er til í tuskið og slökkviliðið á Patró verður okkur líka innan handar. Þetta er í fyrsta skiptið sem ég fæ far með alvöru brunabíl og ég er svolítið spenntur. Davíð slökkviliðsstjóri leyfir mér að sitja í og ferðin er heitið rétt fyrir utan bæinn, þar sem gamall bíll bíður eftir okkur. Kata, hvað ætlum við að gera? Við ætlum að setja efnahvarf ofan á bílinn. Við ætlum að blanda saman járnoxíði og áli og þegar þessi efni hvarfast þá gerist það við 2500 gráður. Þannig að þá verður rosalega heitt hérna inni. Hérna inni, já. Ef við þá ekki að koma okkur út. Drífum okkur. Slökkviliðið passar að við förum okkur ekki að voða og sprengjugengi fer afar varlega þegar þau blanda efnunum tveimur saman. Við endum á því að mylja nokkur stjörnuljós yfir blönduna og stingum svo 3 heilum stjörnuljósum ofan í. Þau eru kveikurinn okkar. Nú er allt að vera tilbúið. Við förum að kveiki í þessu, strákar, þeim með komið ykkur í öruggt skjól. Í bíómyndunum er það oftast þannig að fólk hræðist aldrei sprengingar. En þannig er það ekki hjá okkur. Við höfum ekki hugmynd hvað það tekur langan tíma fyrir logan að læsa sig í blönduna og þess vegna hlaupum við eins og við eigum lífið að leysa. Wow! Þetta er rosalegt! Áttulegt! Þetta er rosalegt! Bíllinn er jafn gamall og ég. Hann er frá árinu 1984 og ég verð að viðurkenna að ég hálf vorkenni honum. En sjáu þið bara. Á örstuttum tíma hefur eldurinn hámaðan í sig. Þarna sjáum við hvað eldur getur verið stór hættulegur. Þetta var
afar magnað. Bíllinn ennþá í ljósum logum hérna á bak við okkur og hann hættir ekkert á næstunni. Ekkert á næstunni. Dekkin eru búin að vera að springa með miklum látum, okkur er búið að bregða svolítið en þetta allt í lagi núna. En þetta tókst bara svolítið vel, eða ekki? Ég held að þetta tekist vel. Það er svolítið hlýtt hérna. Það er búið að hitna afar ágætlega. Svo erum við með slökkviliðið með okkur og þeir slökkva í bílnum á eftir. Slökkviliðið veit nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Leið og ískalt vatnið skellur og sjóðandi bílgrindinni verður allt vitlaust og í smástund hvítur reykur allstaðar. Keramikvasinn stendur enn á bílþakinu en á bílnum ekkert eftir nema svört grind. Allt annað hefur bráðnað. Jæja, þá verið að slökkva í bílnum. Eins og sjáum við hérna slökkviliðið fyrir aftan okkur og standa sig svo hetjur. Bíllinn er nokkuð ryðfrýr núna. Þetta voru 3 morgunverk hjá okkur. Já, einmitt fyrir þá sem ekki vita, þá klukkan ekki margt. Við erum ekki eins og ennþá búin að borða morgunmat. Þannig að við ætlum að fara í það núna, fá okkur eitthvað gott að borða. Svo bara spurning hvað við gerum eftir hádegi. Og þannig lýkur síðasta þættinum okkar. Haldið þið áfram að vera forvitin, haldið þið áfram að prófa okkur áfram og haldið þið áfram að elta það sem þið hafið áhuga á. Ef ykkur dettur eitthvað skemmtilegt í hug, þá skuluð þið senda mér póst á ævarvísindamaður@ruv.is eða bréf Ævarvísindamaður, RÚV, Efstaleiti 1, 150 Reykjavík. Við sjáumst aftur næsta vetur. Þangað til, bless í bili. Og takk fyrir mig.